geggjað dagskrá í dag, eins og þið vitið. Og við erum ótrúlega þakklát þeim listamönnum sem eru að koma hérna og auðvitað eins og alltaf auðvitað listaverðin að gefa vinnunum sína til þess að láta hérna málstæðin njóta. Og það er ótrúlega fallegt. Hófa dylinn Ég ætla bara að byrja því að spyrja þig, kæri Sjón, hvað þið langar til að gera? Já, ég ætla nú bara að lesa eitthvað pínulítið úr nýju bókinni minni. Núna kann ég það utanað. Í Babýlon við Faxafjörð er forað allra handa, þar festir ánauð fósturjörð, þar flýtur sóttar blanda. 7 ára bara svona rétt, þannig við sem farin að fatta mannréttindi. Og það er bara ágætis prófsteinn að það sé búin að líða smá tími og við sem komið smá fjarlægð sjálf líka við stjórnarskrána áður en hún lögð fyrir annan þjóðfund sem að ræðir hana og síðan helgar hana. Fólk að æsa sig yfir dönskum mönnum árið 1800 og eitthvað. Alltaf hreint að blaðra gagnsæi. Hver vill það? Hafa allt sitt og annarra út allt, alltaf. Segjum það bara hreint út. Fingur sinna eigingjörnustu athöfnum mannskepnunnar, þar sem hagsmunir fingra eigandanna eru í fyrirrúmi. En það eru samt fingurnir sem við höfum sendt sem fulltrúa okkar til að banka á dyr hins rafræna heims. Við ákváðum að senda fingurnar að síðustu landamærunum, skjánum. Þvílík mistök. Hvers vegna í ósköpunum völdum við fingurna, okkar sjálfum klöðustu fulltrúa sem diplómata í viðræðum okkar við myrkra öflin handan skjásins. Ljóma hefur, laga fagur, lífið fossar, hlær og grær. Nú sólur sem raður, söngvar hljóma fjær og nær. Það er ein manneskja eftir áður en við breytum þessu í trillt salsapartí. Ég veit ekki hvernig við ætlum að gera það. Hún er búin að sitja hérna á gólfinu mjög lengi og hún er svona samískri peysu sem ég held að túlki eitthvað jafnvel, ég veist þetta ekki viss. Hún heitir Saga Garðarsdóttir og hún er yndisleg. Í tilefni því að það er liðin 7 ár frá því að við kusum okkur nýja stjórnarskrá og í 7 ár höfum við verið svikin nýja stjórnarskrá að bara svona sem innblástur loforð að fjalla 7 loforð úr mínu eigin lífi. Seinasta loforðið, númer 7, er að vinkona mín svaf hjá Smára McCarthy og bað mig að segja engum frá því. En ég stóðst ekki mátið, en svo er ég svo léleg með nöfn að ég sagði þetta hún hefði sofið hjá Þór Sari. Þannig að þegar hún komst að því, þá bað hann mig að leiðrétta og það er gerð. Takk fyrir.